Já, gott kvöld, góðir áhörendur og velkomin með okkur enn eina ferðina í kosningaspjall hér á N4. Það styttist heldur betur í kosningar. Það verður kosið eftir rúma viku og því nóg að gera hjá frambjóðendum. Hér, hingað til mín komin einn frambjóðandi úr þessu kjördæmi, norðausturkjördæmi, Björgvin Egill Vídalín Arngrímsson, oddviti Frjálslynda lýðræðisflokksins. Velkomin. Takk fyrir, takk fyrir boðið. Björgvin, hver maðurinn? Já, hann eldri borgari og svona mikill áhugamaður pólitík og þar sem við Guðmundur Franklin erum nokkuð skyldir. Hann frá Ingjaldssandi og ég frá Ytri Hjarðardal í Önundarfirði og var svona með honum í forsetakjörinu og svo gekk svolítið illa að manna oddvitasæti í norðausturkjördæmi, menn voru eitthvað hræddir við það. Já. Svo Guðmundur spurði mig, en þú? Og ég sagði já, bara. Já, aðeins að hugsa mikið um. Aðeins að hugsa mikið um. En þú ert búin að vera í pólitík svolítið, þú ert uppalega í krati en hefur svo komið víða við. Já, það var, 1989 var stofnað Frjálslyndi flokkurinn og ég var þar og kosinn í miðstjórn og var alveg starfandi í Frjálslynda flokknum þar til hann datt út af þingi. Og þá var maður orðinn svona heimilislaus í pólitíkinni en Guðjón Arnar var þarna með fólkinu í hvað hét þetta, í byltingunni þarna, með pottana og pönnurnar. Búsáhaldabyltingunni? Búsáhaldabyltingunni. Og úr var flokkur sem hét Ögun, réttlæti, sanngirni og lýðræði. Og þið bjóðuðu fram allt land? Já, við gerðum það og tókum þátt líka í Reykjavíkur, sérstaklega Reykjavíkur framboði. En við náðum aldrei flugi. Og ég held að hafa nú verið út af því að við vildum gera svo margt. Heldur að þið náðu flugi núna? Já, við erum nokkuð viss það, en það er svolítið erfitt fyrir okkur að spá vegna þess að við höfum aldrei fengið að vera með í skoðanakönnunum, hvorki hjá Gallup, MMR eða Maskínu. Þannig að við vitum í rauninu ekkert hvar við stöndum svona 100% eða þar, sko. Nei. En þín tilfinning? Hver þín tilfinning? Já, okkar tilfinning bara góð. Við erum búin og byrjum strax að safna meðmælum á pappír og fórum allt land og safnaðum meðmælum og norðaustur kjördæmi var fyrsta kjördæmi sem náði lágmarkinu og rúmlega það. Og við vorum bara mánuð á undan öllum með að fullklára okkar lista, bæði meðmæli og eins frambjóðendur. Við erum búin að skila öllu inn. En þú býrð ekki í þessu kjördæmi en ert engu síður í efsta sæti í þessu kjördæmi? Já. Ég bý í Borgarfirðinum en er skráður í Reykjavík. Ég frýr og frjáls, ég ekki giftur en á 3 börn og 5 barnabörn. En bý í mínu sumarbústaði í Borgarfirðinum og þar með rúman hektara land að rækta garðinn og gróðursetja tré. En ég starfaði mikið sem ungur maður í þessu kjördæmi. Foreldrar mínir fluttust úr Skerjafirðinum í Kópavogi 1956 og þar fyrir neðan við Fossvoginn var vit- og hafnamál með aðstöðu. Og þar fékk ég mína fyrstu alvöru sumarvinnu sem var hafnagerð í Hrísey og var þar í eitt sumar og því sumri gleymi ég aldrei. En svo fór ég í nám hjá Landssímanum og þá var ég sendur hingað til að vinna við uppsetningu á sjálfvirkusambandi milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þegar því lauk, þá var ég sendur til Raufarhafnar
að setja upp sjálfvirka símstöð. Þannig að þú þekkir töluvert vel til kjördæmis. Svo fór ég til Siglufjarðar í uppfinningu sjálfvirkri símstöð. Síðan lærði ég köfun og fór að vinna hjá Hafrannsstofnun, aðstofamaður 2 fiskifræðinga. Og ég var gerður að leiðangurstjóra á Skjálfanda í Hörpudiskaleit. Síðan var ég leiðangurstjóri í Rækjuleit á Seyðisfirði og Reyðarfirði. Þannig að þú ert búinn að koma víða við. Komum víða við og svo var ég vaktmaður á FM-stöðinni á Eiðum. Já, akkurat. Þannig að ég á góða minninga hérna. En hverjar eru svona þínar helstu áherslur í pólitík? Í pólitík það þetta réttlæti, sanngirni og lýðræði, það svona mínar áherslur og eldri borgarar og öryrkjar. Ásamt því að breyta, ekki umbylta kvótakerfinu, heldur breyta því svona rekstrarlega séð, því að við teljum að við fáum ekki réttan arð af auðlindinni og síðan svona ýmislegt sem maður þarf að gera í heilbrigðismálum, húsnæðismálum og samgöngumálum í þessu kjördæmi. Hvað þá helst, finnst þér? Sko, það mikið búið að gera hér í kjördæminu og það mikil vinna núna vegna fjárfestinga og uppbyggingar hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum fyrir austan og það þarf til dæmis að laga og gera heilsársveg Axarveginn og með bundnu sniðlæði, hringveg Skriðdal og það þarf að fullfjármagna Seyðisfjarðargöngin. Það eru fáeina milljónir sem það vantar upp á það og svo ný Múlagöng. Þetta varðandi Austfirðina, sko, það þarf að skapa þetta sem atvinnusvæði og þá skiptir miklu máli að samgöngurnar séu í lagi. Og svo himinn og haf milli þéttbýlis og dreifbýlis varðandi heilsugæslu og þjónustu við sjúka og aldna. Þið talið að þurfi að lækka bæði tekjuskatt og virðisaukaskatt og að lækka skattálögur almennt við það náttúrulega minnka tekjur ríkissjóðs. Er það ekki óraunhæft á þeim tíma þegar ríkissjóður hefur verið rekið með bullandi tapi út af COVID? Sjáum við það möguleika á því að lækka skatta á þessum tímabúti? Sko, ef við fáum réttlátan arð af bara fiskveiðiauðlindinni, þá hægt að lækka skatta. Það alveg á hreinu. Og það byggir fljótt upp. Þegar þú segir réttláta, hvað er það að tala um? Sko, í dag eru 15 krónur fyrir þorskkílóið og það þarf að hækka það og það talað um 100 krónur og allt upp í 150 krónur bara fyrir kílóið. Og það fljótt að koma í þúsundum tonna. Og það er ekkert hræddur að nú styrkur sjávarútvegsfyrirtækja mjög misjafn eftir í hvaða útgerðarflokki þeir eru að starfa og eftir stærð þeirra. Jú. Ertu ekkert hræddur við að þetta geti kollvarpað meðalstórum útgerðum til dæmis? Nei, sko, það skiptir máli, sko, við viljum byggja pott til að auka nýliðun í sjávarútvegi. Og þá skiptir máli að taka sem minnst af smærri útgerðum og svo kolli upp í stóru útgerðarnir, alveg jafnvel upp í 15%. Þannig að þú ert að tala um mismunandi gjöld? Já. Það þarf alveg að gera það. Við ætlum ekki að bylta neinn, við erum ekki sósíalískur flokkur. Nei. En þú telur nauðsynlegt þetta sé grundvallarmál eða hvað? Já, þetta alveg grundvallarmál til þess að byggja upp þjóðfélagið. Það alveg klárt. Heilbrigðisþjónustun og allt það alveg klárt mál.
Það fer ekkert mikið fyrir svona málefnum unga fólksins í þessari kosningabaráttu. Hver eru stefnumið, svona ykkur helstu stefnumið Frjálslynda lýðræðisflokksins í málefnum ungs fólks? Já, ef við tökum til dæmis menntunina fyrst í þessu kjördæmi, að þá þarf að byggja upp hérna öfluga verkmenntun. Mér skilst að bæði verkmenntaskólinn hér og í Neskaupstað þurfi að vísa frá nemendum. Það er mikil aðsókn í hérna iðnnám og staðreyndin er sú að engar verklega framkvæmdir eru gerðar nema þessi iðnaðarmenn til staðar. Og svo er í varðandi unga fólki sérstaklega krakka í skóla sem vilja og geta unnið með náminu að þau eru að borga hérna skatt af smáurum. Við viljum til dæmis auka frítekjumark upp í 100.000. Það gefur bara 50.000 krónur á mánuði aukalega og svo viljum við hafa skattleysismörk 300.000. Og við þetta og skera af allar skerðingar, afleggja allar skerðingar. Þarna erum við að tala um gríðarlegar upphæðir sem að ríkissjóður yrði af. Já, en það er hægt að ná því með ýmsu móti. Það er hægt að ná því með ýmsu móti. Ég er ekkert hræddur að ríkissjóður fari eitthvað mikið neðar heldur en hann er í dag, hann muni heldur græða á þessu. Og svo er eitt sem ég vil nefna í sambandi við hérna heilbrigðismálin og öryggi íbúa í þessu hérna kjördæmi, að við viljum hafa eina þyrlu staðsetta til dæmis á Egilsstöðum, eina björgunarþyrlu. Upp á öryggismál að gera fyrir sjófarendur? Og já, og bara fólk í bráðri neyð út af kannski botnlangakasti eða eitthvað svoleiðis. Þá skiptir tíminn öllu máli að koma fólki í bráðaþjónustu. Og þyrlurnar geta farið 200 mílur út á haf og bjarga 20 mönnum. Þetta skiptir alveg rosalegu máli og þar er tíminn dýrmætastur. Nú, við erum ekki trefnir af hérna að ríkið taki þátt í þessari svokölluðu borgarlínu. Við teljum að sveitarfélögin eða samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu geti bara séð sig sjálf. Þetta ríkið að taka þátt í þessu upp á tæpa 50 milljarða. Við viljum fá hluti af þessum peningum til þess að gera axlaveginn og hringveginn hérna Skriðdal. Við viljum fá peninga til að hérna byggja upp heilsugæslu hér á Austurfjörðunum eða Austfjörðum og ýmislegt annað sem að við viljum fá að nýta þessa pening í og setja Múlagöngin í farveg. Ekki vera að eyða þessu í borgarlínu, við viljum heldur að Sundabrautin veri gerð. Akkurat. Hún myndi nýtast okkur miklu betur heldur en borgarlína. Alveg örstutt í lokin, við erum fallin á tíma. Ertu bjartsýnn á að fara inn á þing? Já, en eins og ég segi að við höfum ekki fengið að vera með í skoðanakönnunum og svo er alltaf sagt við okkur, já þeim mælist ekki. En við verðum fyrst og fremst að fá að vera með í skoðanakönnunum og svo kemur ASÍ með fund og við fáum ekki að vera með af því að Drífa Snædal segir að við fáum ekki, það er út af því að við fáum ekki að vera með í skoðanakönnunum. Þetta er til lýðræði. Björgvin, við erum konir á enda. Takk kærlega fyrir komuna til okkar. Já, þetta var skemmtilega spjall. Takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram rétt og eftir.